Ef við veltum fyrir okkur af hverju við fáum þennan sjúkdóm, af hverju fæ ég sykursýki af tegund 2, þá númer 1 þar erfðafræði. Það auðvitað þannig með alla sjúkdóma að það skipta máli erfðir og umhverfi. Og erfðir eru klárlega eitt af aðalatriðunum í típu 2 sykursýki. Það ekki eitthvað einfalt erfðamynstur samt. Það eru mjög mörg erfðamörk sem tengjast sykursýkinni. En síðan það umhverfið og það líklega það sem við höfum, það eru mjög öflugir þættir þar sem geta haft áhrif á hvort að við bæði fáum sykursýki, hvort okkur tekst að halda henni í skefjum og jafnvel lækna hana. Og lækna þá innan gæsalappa því við læknum auðvitað ekki erfðafræðina okkar. En allavega reynum að getum sett lokið á pottinn þannig að þetta leggist í dvala aftur og þar skiptir höfuðmáli þá hreyfing og síðan hollt mataræði og þá kannski skiptir ekki öllu máli hvers konar mataræði að ræða, bara að maður sé að borða hollt og skynsamlegt mataræði og þá númer kannski 1, 2, 3 ekki of mikið af fæðunni. En hreyfing skiptir líka mjög miklu máli eins og ég sagði. Þannig að þarna hægt að draga úr líkum á því að maður fái sykursýki og það eru til mjög góðar rannsóknir á því. Fólk sem með sterka ættarsögu og kannski komið með forstig sykursýki sem tekur sig til og grennist 5–10% af þeirri þyngd sem það það hefur það úrslitað áhrif á hvort að það fær eða þróast yfir í sykursýki á næstu 5–10 árum. Meðferðin við sykursýki, hún númer 1, 2 og 3 lífstílsmeðferð. Því að bæði eins og við vorum að tala að þá getum við dregið úr líkum á því að fá sjúkdóminn með skynsamlegum lífstíl og við getum dregið úr einkennum og þeim þáttum sem við notum til þess að meta hversu slæm sykursýkin með skynsamlegu mataræði og hreyfingu. Og það skiptir mjög miklu máli. Það svona hornsteinninn af meðferðinni. En síðan eru til alls konar lyf sem við getum notað, bæði töflur og efni í sprautuformi sem geta hjálpað okkur. Og þessi efni ráðast í raun og veru kannski að, þremur mismunandi þáttum. Það í fyrsta lagi hvernig við nýtum matinn okkar. Það eru til efni sem minnka nýtingu á orkuefnum úr fæðunni. Þau hafa ekki náð verulegum vinsældum þessi lyf, en síðan eru til lyf sem auka insúlínframleiðslu líkamans og það eru líka til lyf sem auka nýtinguna á því insúlíni sem við þegar framleiðum. Því eins og við vitum að þá jú grundvallar vandamálið í sykursýki hlutfallslegur skortur á insúlíni sem framleitt í brjóstkirtlinum.